Já, komið blessu og sæl. Þetta eru fróðleg erindi sem hafa farið hér á undan og í rauninni þá held ég að það sé komið mjög vel inn í það sem ég ætla að segja. Ég nefnilega, þegar ég lít á 62. grein stjórnarskrárinnar, þá segir hún mér eitt. Hún segir, það er samband á milli ríkisvaldsins og þjóðkirkjunnar. Svo ég les hana aðeins öðruvísi upp greinina, þá hljómar hún þannig: hin evangelíska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi og að ríkisvaldi skal að því leyti styðja hann og vernda. Mér finnst orðalagi gefa til kynna að þetta sé náið samband. Þjóðkirkjan sem slík nýtur stuðnings og verndar ríkisvaldsins. Þó er það ekki þannig að þjóðkirkjan sé hluti ríkisvaldsins og eins og hefur komið fram þá hefur verið unnið að því hörðum höndum að styrkja stöðu þjóðkirkjunnar sem sjálfstæðrar stofnunar og núgildandi lög bera því vitni. Þau mættu reyndar vera skýrari það að kirkjan sé sjálfstæð stofnun. Ef maður les lögin þá verður maður þess ekki samstundis var að þarna fari sjálfstæð stofnun. Það er að segja sjálfstæð gagnvart ríkisvaldinu. Framsetningin er með þeim hætti að til dæmis sagt að kirkjan njóti sjálfræðis innan lögmæltra marka. Það gefur til kynna að löggjafinn getur sett kirkjunni og sjálfræði hennar skorður. En ég tel að baki þessari framsetningu laganna búi trúaleg, menningaleg og söguleg rök sem lögin eru einmitt hluti af þessari þróun sem hefur verið lýst hérna svo vel. Og því skal haldið til haga að þessi lög þóttu valda straumhvörfum í því að búa umgjörð að sjálfstæði kirkjunnar og ég dreg ekkert úr því. Lögin kveða líka hvað tengsl skuli vera milli framkvæmdarvaldsins og þjóðkirkjunnar og þar er mælt fyrir að dóms- og kirkjumálaráðuneyti hafi með höndum tengsl við þjóðkirkjuna á hálfu ríkisvaldsins að því að varði fjárlagagerð og hafi jafnframt yfirumsjón með því að ríkisvaldi veiti þjóðkirkjunni þann stuðning sem að veita ber lögum samkvæmt. Þannig hefur dómsmálaráðuneyti fyrir hönd ríkisvaldsins ákveðnu hlutverki að gegna og þá er nefnilega hinn fjárhagslegi þáttur nefndur sérstaklega til sögunar. Af hverju er það þannig? Af hverju snýst umræðan samskipti ríkisvalds og þjóðkirkju, af hverju snýst hún svona mikið fjárhagslega atriði? Eignir, greiðslur, annað. Því að sambandið snýrað svo miklu fleiru en því. Ég nefnilega er ekki heldur alveg sammála því að þetta sé bara formlegt samband. Ef ég má svona leyfa mér að vera aðeins ósammála því sem hefur komið hér fram. Því að ef að sambandið er bara formlegt, ef þetta snýst bara formlegt samband, þá veit ég ekki alveg hver þessi sáttmáli er og af hverju þá ráðuneyti til dæmis ætti að taka til varna fyrir þjóðkirkjuna ef að sambandið er bara formlegt. Ég nefnilega tel að ef maður rýnir í orðalag 62. grein stjórnarskrárinnar samband ríkis og kirkju, þá er það skýrt að ríkisvaldinu ber að styðja og vernda hina evangelísku lútersku kirkju sem þjóðkirkju, en ekkert sem kirkju almennt, heldur sem þjóðkirkju. Og þá er það spurningi, hvað er þjóðkirkja? Stjórnarskráin segir ekkert það hvað sé þjóðkirkja og það blasir heldur ekki beinlínis við í lögum stöðu og stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar. Og raunar, ef maður les lögin, þá er vísbending að finna gagnstæða að þjóðkirkjan hafi stöðu opinbers trúfélags eftir því sem við á. Og þá vakna hugrenningar það hvort að þjóðkirkjan sé eftir allt saman, er hún á pari við opinber trúfélög yfirleitt. En hér er ekki allt sem sýnist. Þótt að hvergi sé að finna sérstakt ákvæði lögum hlutverkina evangelísku kirkju sem þjóðkirkju, má þó ráða af lagaákvæðum að hlutverk þjóðkirkjunnar sé lögum samkvæmt annað meira en trúfélag almennt. Og sem betur fer fyrir lögfræðing þann sem hér stendur þá hefur Hæstiréttur talað. Og þá á ég við dóm Hæstaréttar frá 25. október 2007. En þar kemur glögglega fram að verkefni þjóðkirkjunnar og skyldur gagnvart samfélaginu verða ekki bornar saman við lögboðin verkefni og skyldur annarra trúfélaga.
Fram kom meðal annars að starfsmenn þjóðkirkjunnar eru opinberir starfsmenn með réttindi og skyldur sem slíkir gagnvart öllum almenningi en ekki aðeins þeim sem eru í söfnum hennar eins og hefur komið hér fram hjá frummælendum á undan mér. Þannig samfélagslegur hlutverki kirkjunnar lýst í lögum, þó reynda það sé með almennum hætti. Og það skýrir vitaskuld stöðu þjóðkirkjunnar sem slíkrar til muna. Og ef til vill óþarf að kveða nánar það í lögum, ef til vill á löggjafinn ekki að vera kveða neitt nánar það. En slíkt lagaákvæði væri mjög forvitnilegt. Hvað á þjóðkirkjan að gera sem þjóðkirkja? En svo ég dragi saman stuttan niðurstöðu, þá finnst mér að það megi ráða stjórnarskránni og lögum að þjóðkirkjan njóti verndar ríkisvaldsins en ber í staðinn samfélagslega skyldur. En það sem að sagt var hér undan mér með það að þarna kemur þjóðin inn, auðvitað, mér finnst það að vera líka, þetta auðvitað allt hluti af samfélagslegri sátt og ekki má gleyma þjóðinni þegar það talar þjóðkirkju. En mér finnst samt eins og stjórnarskrárgreinin að hún gefur til kynna þarna náið samband. Þetta er mjög fallegt samband. Ríkisvaldi á að vernda þjóðkirkjuna.